Komið þið sælir nefndir Ystabæjarskóla og verið velkomin í það sem eiga sér fréttaþátt eins. Í þessu þáttum förum við slúður af göngum skólans og tökum viðtal við nokkra velvalda aðila. Við skulum byrja á slúðrunum hérna. Karitas og Baldur í 10. bekk lentu í gubbandisleik. Þorvar var smertaður á örtu í 9. bekk, beint í vöruna og fossblæddi og Úlfur fekk fyrstu bóluna sína fyrir nokkrum dögum. Jói fekk gat í eyrað. Sonja og Emil lentu í æðiskeggju glímu í dönskustofun. Karitas sagðist vilja fara í þrísjón við Úlf og Huldu. Nú er komið að viðtalinu við Hassim. Hey, what's up, bitches? It's me, Hazim, Ystabæjarskóla. If you come there, I'm gonna kick your fucking ass. I'm gonna kill my fucking dad. I'm gonna fuck over here and get fuck you and kill your fucking ass. Okay? You gotta listen to this. Okay? Fucking bitches, you got this? Bitches, don't come to the school or you get to hell, motherfuckers. And now it's time for the macaron move. Yeah! Go Gabriel, it's your birthday. Party like it's your birthday. Go Hjalti, it's your birthday. Sumana gera þetta mér. 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 Suma inn að gera þetta mér, segir Hjalti. Yeah. Blörrur gervarta. Sko, ég ætla ekki að hafa neitt eitthvað svona úberfréttalegt. Yeah! And my dad and me, we're gonna kick your fucking ass and show you to the fucking pitch and jump with you and do a 360, right? And if you want to hear this shit, you don't really have to hear it, but you are a son of a bitch and you're a motherfucker and go fuck your mom and her fucking ass. I don't care who you are, just fuck you. Everybody watching this fucking video, I don't care who's watching this fucking video. Fuck you. Salon, motherfuckers. And now, we're gonna move. Yeah. What are you gonna say now? So how do you like Ystabæjarskóla? I like it like the ass. Yeah! It smells like the ass, right, Dad? High five, bitches. We got this today. You're gonna pay for this. Okay, tell me another question. Who is the best? Your mom. Of course your mom, bitches. All your moms are fucking gays, so don't really have to listen to this. Okay, next questions. Can you draw a Harry Potter for me up in the... Yeah, Harry Potter with a fucking penis. Yeah. Yeah. Okay, this is Harry Potter. He's a fucking guy with fucking glasses, like motherfuckers, and he has fucking hair like this, and he's like this, and he got a very like this, and his fucking penis like this. I like... See how this fucking penis? This is Harry Potter's penis, and nobody likes it. So don't really watch Harry Potter. It's the sexiest movie there's. Right now you gotta watch the Genesis movie and the cool stuff about this fucking shit. Okay? Yeah. What's the next question? I don't know. Fuck you, come on, say something. This guy is a cool guy, he's gonna get fucked right now by somebody. Say something. Are you gonna fucking play the fucking beer? Takk fyrir þessi fallegu orð, Hassim. Veðri! Og nú fáum við viðtal við Jón Kjeld Selarsson, Eurovision hetju og meira. Við erum hérna stödd heima hjá Jón Kjeld Selarsson og við erum forvitin að vita, Jón,
Hvenær tókst þú fyrst þátt í Eurovision? Já, Eurovision, já, það er fyrsta skipti sem ég kom eitthvað nálagt til. Það var fyrsta skipti sem Ísland tók þátt með því fræga lag með Móses Eiríkssonar, Gleðibankinn. Það var, við vorum nokkrar í svona hljómsveit í sjónvarpssali í undankeppninni og svo vann þetta lag og það var sett saman einhverju söngtríu þarna, Helga Möller og Pálmi Gunnars og Eiríkur Hauks og það var mikið metnaður þarna sko í fyrsta skipti svona. Ísland alltaf að taka þetta eins og alltaf síðar sko. Þannig að það var rokið út til London í dýrum hljóðverum og bara tekið upp sko. Og þetta var fengið sko allt atvinnu breskir tónlistamenn og trommur og bassa og þetta dót sko og strengjasveit og svona og lúðrasveit og ég var eini tónlistarmaðurinn sem spilaði þessum upptökum hér frá Íslandi sko, sem fór út til London og spilaði hljómborðum á þessu Gleðibankinn upptöku, hljóðgerflana og þetta dót sko. Tókstu einhvern veginn aftur þátt í Eurovision? Það var í 1990. 1990, það var eftir því. Það var hljómsveit sem heit Stjórnin sem var send fyrir Íslands hönd. Ég útsetti lagi fyrir það á plötunni sko og fyrir þessi keppni og fór með mig út sem hljómsveitarstjóri til Zagreb í Júgóslavíu. Það heit Júgóslavíu ennþá þá, það var ekki búin að deila þetta upp í öll þessi lönd eins og einu sinni var sko. Og þetta var, ég man eftir að maður var voðalega smeykur við þetta því þetta var fyrsta skipti í sögu Eurovision sem sko, ef maður notaði einhverju svona playback teipum með eitthvað á sko, það varð alltaf að vera einhver á sviðinu, einhverja artistana að þykist vera að spila þessu hljóðfæri sem þau voru að spila á sko, þannig að, og við vorum alltaf að nota svona grunnundirleikinn af teipi sko og svo spilaði symfóníorkestri með sko, brassi og svona og þetta var líka í fyrsta skipti held ég, nei það kom seinna já. En allavega þetta var svona, þangað til var búin að vera sko 16. sæti eða alla tíð, nema nokkra svona botnsæti. 0. sæti var búin að koma fyrir allavega einu sinni, ég hef ekki tvísað. Og 0. sæti, nei 0 stími, nei. En þetta gekk vel allavega, þetta var fyrsta skipti sem Ísland komst eitthvað á blaði þannig með 4. sæti. Af hverju er himinn blá? Af því það var svo asnalegt að það væri gul. Takk fyrir Jón Selísson. Og takk Austmannsskóli. Det är en glädje att vara i skolan.
andbúinn. Og hvenær komið þið frá Ástralíu? Við bara komum inn nýlega, bara með skipi. Það átti að setja okkur í dýragarðinn sem að hann, Jón Knarr er að reyna að byggja. Ég er boxkengúra. Já. Ég boxaði mig út í vandræðinum. Jú. Það gerir hann. Það var þú sem boxaði við Nelson og það? Ég rotaði hann. Gunnar Nelson? Já. Easy. Svart. Takk fyrir þetta. Já. Takk fyrir. Á svei. Já.